Það verkalýðsmál hafa verið, eiginlega aðalmálin þennan vetur og það stór dagur í dag. Það ljóst að miðlunartillaga Ástráðs Haraldssonar verður lögð til kosninga, bæði hjá SA og Eflingu og ég held að við getum gert ráð fyrir að hún verði samþykktar. Þannig að það svona endalok á þeirri deilu sem að hefur einkennt kannski fréttirnar og verkalýðsbaráttuna eftir áramót. En fyrir áramót voru líka mikil átök, slitnaði upp úr viðræðum og svo var samið aftur. Svona í tilefni þessu að það svona punktur, við getum sett svona ákveðin punkt eða komu við verkalýðsmáli núna hingað komin sumarliði í Ísleifsson, sakfræðingur, skrifaðir sögu alþýðu sambandsins í 2 bindum. Vertu velkomin. Takk fyrir það. Ég veit ekki hvernig við erum að byrja svona því að það náttúrulega kom bara í ljós í dag svona að þessi komma komin, en þetta er mikil viðburðir. Það ég veit ekki hvar ég ætti að byrja. Má ég byrja SA megin þarna út af verkbanninu sem að var samþykkt og lagt fram. Af því það nú kannski svona mesta fágætið í þessu öllu. Já, það sem má kannski segja það að sennilega hefur ekki verið boðað víðtækara verkbann heldur en þetta. En verkbann hafa náttúrulega oft verið. Jú, sem að svona varnar að senda velstóruna heim eða hásettanir í verkfalli. Já, það var... Blaðamennir að prentararnir, ég hef verið sendur heim ekkert um hann. Jú, verkbannum hefur yfirleitt verið beitt á annan hátt. Heldur fram að þessu. Já, það yfirleitt miklu minni hópar. Þannig að þetta svona einhver liti nýtt að grípa til þessa núna. Þannig að það má segja svona að í þeim skilningi það fordæmalaust, en ég veit svo mikið hvað ályktanir við að draga af þessu. Nei, hvort að ég ætla að byrja það, annars getur þetta verið vegna þess að deilan var svo sérstök að hún kallaði á sérstakar aðgerðir, eða að SA sé einhvern veginn að breyta stefnu sinni. Hvað myndir þú veið á? Já, mér finnst ekkit rosalega mikið. Það fer auðvitað eftir því bara hvað perspektíf maður hefur. Mér finnst ekki rosalega mikið nýtt í þessari deilu. Nei. Þú veist. Nei. En maður þarf kannski að fara bara dálítið aftur. Maður þarf að fara aftur í tíma. Það sem auðvitað nýtt að þetta skuli vera í gangi núna, en það hefur sáralítið verið að gerast í þessa veru undanferðin, hvað ég var að segja, 30 ár. Eða svo. Eftir þjóðarsátt. Eftir þjóðarsátt, en fyrir þennan tíma þetta daglegt brauð. Ég segi það ekki, en þetta núna árvist. Að vísu kannski af aðeins öðrum toga. Ef við förum ennþá lengra aftur, þá sjáum við bara allt mögulegt sem að svipað þessu. Meðan að það segja, ef við förum aftur fyrir þann tíma að samflot verða algeng, svona aftur fyrir 1960 og þá þú veist, þá þetta bara, og þekkir fólk þetta vel. Já, þannig að fólk sem að tala fordæmur þessa tíma, það kannski fólk sem ekki sakfræðingar og þekki ekki söguna. Já, ég held að það sé kannski meðalans vegna þess að þetta bara alltaf lítið rifjað upp. Og það meðalans vegna þess að verkalýðshreyfingin hefur ekki sinnt þessu. Verkalýðshreyfingin hefur bara ekki sinnt því almennilega að segja frá sjálfur í sér og sínu hlutverki og þeim þætti sem að þeim mikilvæga þætti sem að hún á í að skapa þetta samfélag, að skapa þetta velferðarsamfélag. Þar gæti hún staðið sem miklu betur. Og auðvitað bara svona að gera grein fyrir því hvernig þetta hefur gengið fyrir sig, og þetta hefur náttúrulega gengið fyrir sig meðal annars á þennan hátt að beita þessum tækjum sem að hreyfingin hefur og þetta eru þá tækið sem að ríkisvaldið viðurkennir með vinnulöggjöfin 1938
þetta eru verkvöld, saga þeirra er mun lengri, alveg nær aftur til aldamótana, svona það bil, en já, þessi réttur er lögbundin með vinnulöggjöfinni. Og viðurkennt að þetta sé hluti af því að halda utanum lýðræðislegt samfélag, að veita fjöldanum þessi tæki til þess að sækja bæta stöðu sína. Algjörlega, og það er náttúrulega bara, hvað stóð þetta verkfall lengi núna? Það var nú ekki mjög lengi. Það var ekki lengi með að það var með hléum, það kom nú hann að 4 dagar hlé. Það kom þarna eitthvað gatt í milli, sko. Þetta nái kannski 2 vikum. Ég var nú í spjalli einhvern hérna daginn, sko, einhvern upp úr miðri öldinni, þá skall á verkvallin í Reykjavík, dagsbrúna verkvall í byrjun desember og það stóð bara alveg framundir í jól, sko. Þannig að þú veist, þetta bara, það er bara farið í aðgerði sem býta. Já. Og svo þetta segja að við eigum, kannski ekki að fagna þeim, en þetta er hluti, þetta eru fæðingarhríðar betra samfélags, meira jöfnuðar. Að nota þessi tæki, þetta er náttúrulega bara, sérstaklega fyrstu áratugina þetta hluti af því bara að fá hreyfinguna viðurkennda. Vegna þess að svo viðurkenning var ekki fyrir hendi og þó að svo viðurkenning fáist formlega svona tiltölulega snemma þá reynir í rauninni alltaf á þetta og það er náttúrulega svona áhugavert einhvern veginn að svona þegar við berum saman stöðuna hér og í nágrannalöndunum að þá svona endist þessi átakahefð miklu lengur. Þar? Hér. Það er bara ekki ólíkt. Já, með þjóðarsáttinni er tekin upp ákveðin aðferð. Sem til að svona að reyna að leiða deilur til lykta í framhald af því sem sagt svona ánverulegra átaka og það stendur í svona hvað ég að segja að kannski að byrja nýtt tímabil núna, það getur verið en það stendur í 20-30 ár en já við þessar aðferðir eru teknar upp í Danmörku bara upp á 1920 þannig að þetta er bara annað samfélag sem við erum með heldur en samfélagin hérna í kringum okkur. Kanntu það ráði í það af hverju að þróunin er önnur hér heldur en á Norðurlöndunum eitt sem að satt hérna við rauðaborðið sagði að einkennið á íslenskri verkalýðsbaráttu væri að hér hefði hreyfingin raunverulega verið sterkari heldur en stjórnmálaarmar hreyfingarinnar. Stjórnmálaarmar hreyfingarnar, það eru þá A-flokkarnir í okkar tilfelli og sósíaldemókratarnir á Norðurlöndunum. Að A-flokkarnir hérna hefðu aldrei haft það sama vægi og stjórnmálarmur verkefnishreyfingarnar þar. Það eru bæði á þessu félagslegar og efnahagslegar skýringar sko, mjög mikilvægar skýringar eru bara einfallega þetta efnahagslíf sem að hér er svona sveiflukent eins og það er byggir á hráefna nýtingu fyrst og fremst og sveiflurnar fylgja bara fiskinum í sjónum sjáðu. Og það auðvitað hefur áhrif á allt samfélagið og það hefur áhrif á og hafði áhrif í áratugi á hér sko eins og þú þekkir þú ekki það mikið yngar að við munum bara gengisfellingarnar hér á sínum tíma og það var bara í takt við það, nákvæmlega í takt við það hvernig gekk í höfuð atvinnu í þjóðarinnar. En það sem hefur auðvitað gerst er að í rauninni þó að, það er búið að skjóta undir samfélagi fleiri stóðum en samt er þetta alveg rosalega hráefnadreifið ennþá og það er og túrismin er náttúrulega bara angi af sama meiði. Það er bara sama hugsun sem liggur þar að baki. En verkalýðshreyfingin sterkari en A-flokkarnir sko
þetta í rauninni þannig að eða miskorti samkvæmt mínum niðurstöðum þá þetta þannig að verkalýðshreyfingin meira minna tæki stjórnmálaflokkana alveg fram á 7. áratuginn og þeir nota bara verkalýðshreyfinguna sem í sinni baráttu og það var iðulega þannig að starfsmenn hreyfingarnar þeir voru kannski nánast í starfsmenn líka flokkana. Þannig að sko ég kannski ekki alveg, ég ekki sammála þessu, það sem að skera á milli auðvitað það fyrst og fremst að undanskildu Finnlandi þá eru kratarnir náttúrulega bara allsráðandi. Hér staðan önnur. Hér er hvað við segja, meiri róttækni svona að vissu leyti. Það með skorti... Merkingin svo að til þess að ná fram kannski sömu eða svipuðum hlutum að þá þurfti að beita hér verkföllum og átökum á vinnumarkaði á meðan að það var kannski bara þetta samþykja það í stórþinginu annars þar. Já, veit þetta bara miklu stabíla samfélag. Þetta miklu stabíla samfélag í löndunum í kringum okkur. Það er ekki þessar rosalegu sveiflur. Það ekki þannig það er ekki þannig að gjaldmiðlinn sem að fólk að nota á morgun hann bara allt annar heldur en hann var í gær, sko. Og það þetta bara kallar á átök og þetta getur alveg speglað yfir á samtíman, sjáðu. Og sem svona ein af þessum rótum eða ein orsök svona fyrir þessari miklu óþreyju sem að núna og sem að maður sér og raunar ekki bara í þessu samfélagi heldur mörgum öðrum samfélagum. Herðu, þú nefndir áðan að verkalýðshreyfingin ætti að gæta betur að sögu sinni og mikilvægi sinnar í sögunni og það að samfélag hefur verið byggt upp af baráttu verkalýðshreyfingarnar og flesta sem við getum bent á sem gott í samfélaginu hafi orðið til af þeirri baráttu upp í því að svo að segja. En hvaða saga það þá sem að kannski hefur þá unnið eða meiri ábyrrandi? Það sagan að Pálmi Hagkaup hafi gert meira fyrir verkalýðin heldur en verkalýðshreyfingin með því að lækka vöruverð? Að athafnaskáldin hafi byggt upp Ísland eins og Matti Jó vildi halda fram. Það raunverulega bara saga hinna sem að hefur orðið meira áberandi að framtakssemi auðvaldsins hafi byggt upp Ísland frekar heldur en samtakamáttur verkalýðshreyfingarinnar? Já, það náttúrulega bara mjög áberandi saga hérna og skoða bara ævisögur sem eru gefnar út hérna og hvað fjalla það aðalega. Það fjalla þessa kalla sem að byggðu upp Ísland. Það er ríka og valdamikla kalla. Já, og það auðvitað til ein og ein sem að fjallar með eitthvað annað en ævisögur eru fyrst og fremst þennan mannskap. Og ef við lítum bara á fjölmiðla þá þurfum við ekki að velkjast í vafa það hvaða fjölmiðlar hafa verið áhrifamestir hér á landi og hvaða fjölmiðlar hafa sagt áhrifamestu sögurnar. Þú veist, það bara alveg ljóst. Þannig að Morgunblaðið hafi kerfisbundið meðvitað eða ómeðvitað verið að byggja upp svona nýjan söguskilning. Já, Morgunblaðið var ekki að byggja upp nýjan söguskilning, það var bara að byggja upp söguskoðun þjóðarinnar. Og borgarlega. Já, það er annars vegar þjóðinni og hins vegar framtakið sem grunnurinn þar og það er náttúrulega bara, það var lengst af hinn sanni Íslendingur sem að var sem sagt sannur sem að var öflugur maður þjóðarinnar og framtaksamur. Það var hinn sanni Íslendingur alveg
mjög lengi. Já, þú ert alltaf því fram að það sem er gott í samfélaginu hafi frekar verið byggt af öðrum, hafi verið byggt með félagslegu afli. Já, það er náttúrulega fyrst og fremst bara þannig og ef að þeir sem standa að því, ég segi ekki frá því, þá segir engin annar frá því. Það er bara þannig. Þannig að hreyfingunni ber bara skylda til að gera þetta og auðvitað er það, ég ætla ekki að draga úr hér því framtaki hreyfingarnar að láta vinna hér allskyns verk sem hafa verið skrifað hreyfinguna. Til dæmis þitt. Til dæmis þessar bækur mínar sjáðu, en svo er náttúrulega bara þetta vinna úr þessu allt mögulegt á allan mögulegan máta. Sem að vantar upp á. Það er kannski ekki alveg endilega þannig að maður rétti nemendum í framhaldsskóla 600 síður gjör svo vel sko. Og það á bara að vera í einhverju öðru formi sjáðu. Það er það sem vantar auðvitað, það þarf að vinna þetta í aðgengilegu formi þannig að þetta sé skiljanlegt sjáðu. Og það er náttúrulega bara þannig að nú vill samtíminn líka bara hafa þetta þannig að þetta sé þetta er ábæri verið stöðt og greina gott sko. Já, það er nú ekki alltaf hægt að það er erfitt að koma nýju til skila í mjög stuttu formi. Það er eins og mjög auðvelt að viðhalda því sem að fyrir er í stuttum snjallirðum. Ef þú ætlar að fara að segja fólki að saga sér öðruvísi en þú heldur, þá er erfitt að gera það í bara 3 setningum. Já, við sko þjóðarmítan er náttúrulega bara svo lífsega, það er alveg sama hvað menn hafa reyndað að snúa hana niður og það er bara ekki hægt. Þannig að við trúum því enn að við séum öll komin, eigum bara við rekjum öll ættir okkar eitthvað til höfðingja. Og það er engir höfðingjar sko. Engir þrælar. Nei, þó að við vitum það að við séum komin að þrælum. Já, það er bara þannig. Já, þannig að það er viðfangsefni að vinna í þessu og það er svona eitt af því sem að mér finnst að verkalýðshreyfingin þurfi að gera það. Það er náttúrulega bara almennt að styrkja verkalýðshreyfinguna. Já, við skulum hvetja á til þess að búa til að mars verði alþjóðu sögu mánuður. Það verður rótað til að rifja það upp. Já. Það hefur verið gert í öðru löndum slíkar aðgerðir til þess að íta undir týndarsögur. Jú, eða bara mæ. Eða mæ. Herðu, en að því að þú ætti að segja sko, það sem er líkt með átökunum núna og hefur verið áður, að þá er þá verður maður að fara fram aftur fyrir þjóðarsáttasamningana sem voru í kringu 1990 og jafnvel einn áratug aftur, því að kannski frá 1980 eru átökin mest hjá opinberum starfsmönnum. Það er eiginlega svona síðustu stóru átökin eru svona í kringum 1980 og fyrir þann tíma. En svo sagður nú ætla ég að byrja að tóka það aðeins lengra. Já. Svo sagður að það er jafnfélag að fara lengra og þá ertu í hvert að vísa þá að rótin á átökunum sem eru núna innan verkalýðshreyfingarnar minni á átök milli eins og væri hægt að segja með gömlu tungutaki á milli komma og grata. Já, sko, við getum alveg tekið samanburðin frá 4. áratögnum, það er einhverju leyti sko samlíkingar þar sem við getum notað. Finnst þér það? Að þessi átök á milli Sólveig Rönn og Vilhjálms Birgissonar minnir það þig á? Já, við getum líka bara alveg farið á 7. áratuginn þannig að þá er þessi umræði alveg gjörsamlega eitruð. Já. En það er í rauninni sko það er í rauninni einhverju leyti annað sjóðu eða svona annað birtingarform. Þetta er náttúrulega sko, ef við skoðum 4. áratuginn þá er fyrst í rauninni sko ekkert samtal meðan að stalinismin er ráðandi í kommunistaflokknum, síðan kemur samfylkingatíminn og þá er svona tekið upp visst samtal sem að svona sem að reyndar tekst þannig séð að það tekst að ná einingu í hreyfingunni í stuttan tíma á 5. áratugnum
sem að svo það er ómöld að vera að fara út í það hér en síðan splittast það upp og er allt meir og minna bara í tómu tjóni alveg fram miðjan 7. áratuginn. En á tímabilinu sem þú ert að lýsa núna, sérstaklega kannski á 4. áratugnum, að þá eru þetta raunlega svona stjórnmálarhreyfingar sem eru að glíma völd í verkalýðshreyfingunni. En er hægt að segja til dæmis ef við tökum átökin inn í Eflingu, þar sem Sólveig Anna er í Sósíalistaflokknum og við búið sér fram þar, en Sósíalistaflokkurinn er varla flokkaður sem eitthvað svona stjórnmálafl en áverðan verið högt í mann. En svo hinum megin er Ólöf Helga og Agnieszka Eva sem eru í einhverju stjórnverkamálaráðs í Samfylkingunni, en er það ekki svona aðeins svo mikil ofturkun að fara að bera þetta saman? Já, ég veit það ekki, sko, mér finnst nú orðaræðan, þetta er auðvitað ekki að öllu leiti sambærilegt, við erum ekki, við Sósíalistaflokkurinn er ekki kommunistaflokkur, er það? Hann er það ekki. Nei, ekki ennþá allavega. Hann er það ekki. Nei, og þannig að Meinar að Sósíalistaflokkar leiðist til þess að vera kommunistaflokkur? Nei, sko, en mér finnst svona einkenni orðræðunni vera svipað, þó að séu náttúrulega ekki alveg sömu öflin og svona og polarisýringin er svipuð og einhvern veginn andrúmsloftið er svipað. Þessi krafa það hver er raunverulega að berjast með réttum hætti fyrir alltíðina. Jú, það er það náttúrulega, en svo er það náttúrulega líka bara baráttum völd. Og hún er þegar að hún er mjög beitt, þá er orðræðan bara, þá getur hún verið eitruð. Nei, auðvitað er þetta ekki, það er fjarri því að það sé allt sambærilegt þarna, en þú veist, ef maður sér enga síður að það er svona hluti að þegar maður svona bara fylgist með, ég reyndar, sko, ég hef ýmsaður sinna að fylgjast bara með þessu, en þegar maður fylgist með þessu svona utanfrá þá hugsa maður að já, þetta er býsna svipað. Nú svo má alveg nefna það líka, ég var hluti af hér á 8. áratugnum, þá var ég hluti af þessari hreyfingu kommunista. Vilt af vinstrinu. Og þú veist, það er líka ýmsar tengingar þangað. Það sem er róttækari sósíalismi, sem er vinstra megin við stofnana væta baráttuna. Það sé út af því. Efast það sem þykir vera gott og giltin. Sko, þetta er náttúrulega bara, þetta er að mörguleiti svipuð stef að virkja hreyfinguna, að þetta sé, að verkalýðshreyfingin sé ónýt, sjáðu, bara svo ég vísi nú það við gagnreyndum hreyfingun á sínum tíma fyrir það að þegar ég stóð í þessu og var hluti af fagfélagi að þetta væri allt hægt að virka, sko. Og það sér maður kannski einhver leiti líka nú að sjá það. En hætti það að virka? Hafðu þið rétt fyrir ykkur? Já, við, sko... Það er margir sem segja það. Já, við hluti af þessari gagnrýni, sko, þetta er náttúrulega bara, og það er nú eitt af því sem maður sér gegn þessu sögu, það er þetta eilíðar vandamál að fá fólk til að taka þátt í hreyfingunni, sem að jú að berjast fyrir hagsmunum þeirra, og það er nákvæmlega það sem maður sér bara í gegnum allt þetta ferli, það er kvart og kvein yfir því, það er gjörsamlega ómöld að fá nokkuð mann til að gera nokkuð hlut, sko. En það er auðvitað eitthvað sem að er bara viðvarandi verkefni. Já, fórustunnar að virkja almenna félag. Viðvarandi verkefni fórustunnar að vinna í þessu, og það er auðvitað meira en að segja það. Þegar að félug eru orðin svona risastór 20, 30, 40.000 manns, hvernig á maður fara að þessu? En svo veistu það líka að það er ekkert einfalt. Að valdsækin fórusta,
hún vill oft sko býta af sér virkni almenna félaga því að Já, það var náttúrulega alveg frægt hérna á sínum tíma þegar maður voru að reyna að bjóða fram í dagsbrún. Það var öllum bröðum beitt til að snúa þetta liði niður og auðvitað á þetta ekki að vera svona. Sjómannafélag Íslands rak nú frambjóðanda brúfélaginu til að bjóða fram. Þetta er það nú stutt síðan það var. Já, þeir kunnu alveg að gera þetta, sko. Já. En það sem ég ávið að valdsækin fórusta býtur af sér hérna virkni almenna félaga og maður sér það að það er ekki almenni félagsfundir í félagunum, það er bara aðalfundur og það er eini almenni félagsfundur sem er. Já. Og svo eru fundirnir, hinn almenni félagi gefst upp á með þetta fundi ef eina sem hann er beðin er að klappa fyrir ræðu formansins og svo sendur heim. Já, þetta er bara kannski ekkit endilega vettvangurinn. Félagsfundir, hvernig á það að geta verið þegar ekki, það er þetta að reyna að halda svona félagsfundi í Laugardalshöllinni eða Hörpu eða ég veit það ekki, eða Háskólabíó en sko, ég held að þetta sé spurning einhverja aðra leiðir og bara svo ég fari út í að svona hugsa það upphátt, hvernig hægt er að gera þetta, það er meðal annars með því að veita fólki sem aldrei hefur haft rödd að gefa því rödd og það fannst mér vera vel gert hjá Eflingu hér svona í upphafi þegar Efling var að vinna með þetta sjáðu að þarna loksins fólk sem aldrei hafði haft rödd, það fyrir loksins rödd og það er, þú veist, það hafa rödd, því fylgir líka vald. Og það fólk sem ekki verið Eflingu hafði líka gagnað þessu því að þetta fólk hafði bara einfallega verið falið sko. Ég get ekki líka dæmi að bara eins og leigjendum að ég leik mér að því að þegar að Ríkisútvarpið talaði loksins við Guðmund Hrafn sem er formaður leigjendasamtakana þá fletti ég í gagnagrunni RÚV hvað verið langt síðan að RÚV hefði talað við leigjenda sem leigjenda sko og þá hafi verið 4,5 ár liðið og þá var talað leigjendur að því að þau kveiknað í húsinu. Það hefði ekki verið talað hagsmuni leigjenda árum saman sko. Já, sko ég held að þetta er svona eitt af því náttúrulega bara sem að hreyfingin þarf að vinna í hvernig á að gera þetta en svo er þetta náttúrulega líka sko þetta er líka sko þetta er náttúrulega bara þannig séð algjört fenómen hvernig þáttöku í hreyfingunni hér er háttað en við verðum eiginlega að hafa þáttökuna gæsalappa og hér er þetta þannig að það eru kannski upp undir 80% sem eru í hreyfingunni í Skandinavíu hefur þetta, ég er ekki alveg með svona nýjustu tölur, þetta er kannski komin í 50 en þetta er allstaðar sama sagan, það fækkar í verkalýðshreyfingunni og verkalýðshreyfingin er ekki að takla þetta hún einhvern veginn nær ekki að halda þessum tengslum og nær ekki að vera lifandi félag þú getur ímyndaði hvernig þetta er í Frakklandi þó að þeir séu duglegir að mótmæla það eru kannski 6-7% í verkalýðsfélagum þannig að þessi hreyfing er samstæður bara að verða búin að vera jafnvel í þessum löndum þar sem að eru svona kjarnalönd hreyfingarinnar og þetta er auðvitað ekki góð þróun en hvaða skýring er á þessum 80% hér hún er náttúrulega bara svo að það er konsensus það á milli atvinnurekenda og verkalýðshreyfingarinnar að þegar fólk kemur í vinnu þá er það bara skráð í hreyfinguna og það er náttúrulega það er ekki þar með sagt að allt þetta fólk sem að kemur hér vinnu kannski í stuttan tíma að það fari að mæta strax á fundi. Nei, það í Frakklandi eru fáir í hreyfingunni en þeir fáir sem eru hlutfallslega mjög virkir. Þeir geta náð 2 milljónum í kröfugöngu skömmu fyrirvara. Já, það kann að vera. En hér er það ekki þannig. Hér eru margir en þeir eru óvirkir. Já, hér er náttúrulega bara fullt af fólki skráð í hreyfinguna og þetta er náttúrulega
þetta auðvitað alveg gríðarlega mikilvægt vegna þess að það þýðir það að fólk hefur aðgang að alls konar upplýsingum og réttindum. Þannig að maður skildi ekki vanmeta það. En þegar maður að hugsa svona félagslega þáttinn að þá þessar 30.000 félaga sem eru í VR eða Eflingu eða eitthvað, þá náttúrulega er það ekki þannig að fólk þyrpist til að vinna fyrir hreyfingu. Efling setti frá sér tilkynningu núna í dag þar sem voru að fara yfir svona stöðuna og voru að benda á það að þeir hópar sem að fóru í verkvall, þeir fengu eitthvað sérstakt. Herbyggisþertundar fóru upp einn launaflokk og bílstjórarnir fengu meiri bónus, þannig að allir sem að fóru í verkvall fengu eitthvað fyrir sinn snúð. En hún bendi líka á það Efling að verkvalli hefði hjálpað fyrir félaginu í því að fá fleiri fólk til virkra þáttöku. Bæði í verkfallsvörslunni og þessu stóra samninganemnd sem að hefur nú sést bestu myndir af. Þannig að Efling var að tala um það að verkfallið hefði gild í sjálfum sér til þess að auka þessa virkni sem að þú ert að... Mér sýnist nú á svona bara þessari umræðu sem hefur verið þetta að hluti af þessari baráttu sem hefur verið undanfarið nákvæmlega þetta. Þannig að það ekki bara, þetta stóð ekki bara krónur og aura þessar krónur sem að maður veit eiginlega ekkert hvað voru margar sem að bara þarna milli en mér sýndist nú raunar svona þegar við upphafi að pælingin væri líka þessi að það sem sagt að koma öðrum starfsaðferðum á blað og líka þá þetta sem sagt að það bara eitt félag þarna sem að fer fram sem að leiðir þá til þess að það verður síðast í röðinni og verður í þessari erfiðu stöðu þar af leiðandi. Vil skilja það eftir? Já, það náttúrulega bara rætt byrjað á starfsgreinasambandinu. Heldur það hafi verið taktík þessa að skilja Eflingu eftir af því að Efling var í rótökust? Ég veit það ekki eða hvort að sú það getur vel verið en já, það er kannski ekkert óeðlegt við það að byrja á því að ræða við heildarsamtökin. En ég kannski hefur ekki lent í þessum hörðu átökum ef þeir hefðu tryggt að Efling væri þarna með. Nei, það getur vel verið. En eitt af því þú sagðir ég held líka að það sem er áhugavert í þessu finnst mér að nú er þetta náttúrulega svo að það eru einstök félög sem er með samningsréttin en yfirleitt hefur verið samvinna hinmálin þar að segja alltið félagslega en það einhvern veginn núna sýnist mér að svona það hefur bara ekkert náðst að vilna almennlega í því og það kannski gjaldið sem menn greiða fyrir það þegar hreyfingin ekki þegar ástandið svona í hreyfingunni að þá ekki tekið upp þetta sem að svo lífsnauðsynlegt eins og húsnæðismálin, skattamálin. Þau voru ekki tekinu upp. Skattaleiðréttingin var bara til að leiðrétta verðbólguna pínulítið og það farið núna. Því verðbólguna búin að Já. Og húsnæðisbæturnar hækkunin fer í næsta mánuð. Já, það er náttúrulega pakki ríkisstjórnar var alveg fráleitt lítill í þessu samningum. Já, ég held að það sé meðal annars vegna þess að menn átt að sjá því að þetta er bara veik hreyfing. Já. Að þú nefndir áðan að það væri samkomulag fyrirtækjaeigenda og verkefnishreyfingarinnar að séu betra að hafa alla í félaginu. Það má merkja það ef við lítum á Sjálfstæðisflokki sem stjórnmála arm Samtaka atvinnulífsins að þá hafa þingmennirnir þar verið að leggja fram frumvörp sem að veikja hreyfinguna, bæði starfsrétt opinberra starfsmanna og að svona grafa undan þessari svona hvað að segja skildu aðild innan gæsalappa.
Já, jú, það var nú svona gerð allavega þessu fyrir svona aldarfjórðungi eða svo að reyna að brjóta þetta upp en þetta merkjum veika hreyfingu að þeir lítið svo á að nú sé lag? Já, það er náttúrulega bara gerist. Það er bara þannig að já, nú er bara lag. Hreyfingin er ósamstæð og já. Annað sem hefur verið rætt og var eftir miðlunartillögu Aðalsteins að þá var deilt hvort hún hefði verið lögmætt, rétt framsett, hvort það hefði verið haft samráð við deiluaðila og svo líka sögulega af því að yfirleitt hafa þessar tillögur verið lagðar fram í einhvers konar sátt eins og sjást síðan hvernig Ástráður reynir að fá þau eiginlega til þess að samþykja það fyrirfram að það verði kosið þetta og þau andmæli ekki miðlunartillögunni. Þessar svona 4 vikur þá hefur verið rætt það að það sé ekki hægt að skilja sáttasemir eftir með þessa stöðu, hann verði að hafa eitthvað vald, hann hefði getað stoppa verkföll, hann hefði getið þröngvað inn miðlunartillögum. Hvernig metur þetta? Er þetta eðlilegar kröfur eða er þarna samtök atvinnurekenda að nýta sér þá veika stöðu hreyfingarinnar til þess að auka vald ríkissaksóknara sem er þá líkar því sem er gert í Skandinavíu? Já, þetta er náttúrulega svona einhvern veginn, það getur náttúrulega alltaf komið svo stað að það er bara engin leið að ná samningum og engin bara, það er bara veggur. Já, eins og núna. Bara eins og núna þá er kannski snúið að þessi möguleiki sé ekki fyrir hendi. En það var nú verið rætt með miðlunartillöguna að það sé ekki hægt að fella hana. Nei. Ekki í þessu stóru félögum sem þú ert að vita. Það er mjög snúið og þá þarf maður að hafa í huga að þessi lög eru sett í rauninni áður en að þessar miklu sameiningar verða. Það verið ekki fyrir en Efling verður ekki til fyrir einhvern 2-3 árum eftir að þetta kom upp og svona þessi félög sem að runnu inn í Eflingu, þau hefðu nú kannski átt að hafa tök á því að fella svona tillögu ef að það hefði verið svona öflug vinna þar á bakvið, maður sér bara að kennarasambandið sem að er nú nokkuð stórt þar hafa miðlunartillögur verið felldar. Það er líka svona samstæðri hópur. Við getum líka séð það bara í almennu kosningarétti. Já, það er náttúrulega miklu samstæðri hópur. Það er náttúrulega eitt af einkennum Eflingar er náttúrulega að þetta er svona þetta er hópur náttúrulega bara sem er síbreytilegur. Það er það og þetta er ekki eins og Efling eins og Dagsbrún var sem að hét náttúrulega bara verkamannafélagi Dagsbrún sem var félag verkamanna og meðan að Dagsbrún var að hét þá voru náttúrulega bara engir útlendingar á Íslandi. Það var bara svoleiðis. Þannig að þetta samfélag sem það var fyrir 25 árum síðan, það er bara svo gjörólíkt því sem það er núna og það er einhvern veginn svona. Þannig að viðmiðun í lögunum, ef að, þú ert að segja það, að ríkissáttasemjari fær þetta vald, þá er viðmiðun í lögunum of erfið fyrir þessi stóru, margbreytilegu félög. Ég held að þyrfti því að mér skort að skoða þetta bara vandlega, hvernig á að gera þetta vegna þess að það er auðvitað svona bara rekar óheppilegt ef að það er þannig að það er sem sagt öflug andstaða sem að sýnir sig en á engan séns, sjáðu. Þannig að ég held að það sé ástæð til að velta þessu fyrir sér bara með hliðsvona breyttum aðstæðum. En nú náði Ástráður að berja þetta saman. Þarf þá nokkuð að fá eins og Ögmundur Jónasson kallaði þetta ríkissáttasemjara með lögregluvald. Hann vildi ekki fá það. Já, það kannski bara
segir eitthvað til hæfileika hans. Ástrós? Já. Já. Hann verðist vera mjög hæfileikaríkur. Já. Herðu, þú ert búin að vísa til átaka inn í hreyfingunni sem af ýmsum ástæðum sprottin og nú hún svona, hafi verið þungorlátir falla í allar áttir. Síðasta aðeins í þing leystist til upp og þú skrifaði sögu aðeins í, eru dæmi um það? Að aðeins í þing leysist upp og það sé ekki hægt að ljúka því, það sé ekki hægt að kjósa fórustu. Já, þetta marg oft tæft. Já, það tæft? Já, þess óði alveg gjörsamlega snarvittlust allt. En náðu sér saman aftur? Já, sko, þetta klofnar ekki formlega nema einu sinni. 1939 þá stofnað landssamband til höfuðs ASÍ sem endist nú stutt af því að kratar og komar, kratar og sósíalistar þeir ná saman á stríðsárunum í kringum Gerðardómsflögin 42 og það verður svona friður sem endist í 2 ár. Já, býtum við, nú tapaði ég þræðinum. Ég var að spyrja hvort að því að nú ASÍ þingið leystist upp og þú segir að það hefur oft verið tæft. Já, þú veist, þetta var náttúrulega bara alveg hvað þetta annað á 7. áratugnum og kratar og íhald þeir ná hreyfingunni 48 með mjög litlum mun og þetta er sko og þetta er alveg á mörkunum að það hangi saman sko, og þetta gerist alveg hvað þetta annað einhvern veginn en þetta er náttúrulega bara þetta svona til að skilja þetta sko, þá þarf maður átt að segja á því bara hver tengsl hreyfingarinnar og flokkana á þessum tíma og þau eru auðvitað bara mjög sterk og alls konar þáttakandur sem að fara inn í þetta bandaríska sendiráðið hluti af deilunni eftir 1950 eða þið vitið að hægri mennir hreyfingunni þeir fá stuðning frá Bandaríkjunum og raunar eitthvað stuðning líka Sovétmegin frá sko. En hægri menn í hreyfingunni þeir fá svona leiðbendingar frá starfsmönnum sendiráðsins að hvernig að draga úr valdi sósíalistin í hreyfingunni. Jú, Valur Ingimundarson fjallaði nú þetta á sín tíma og það var mjög áhugavert. Það var bara ekkert talað þetta. Nei. Bara ekki neitt. Og þetta þýðir umverulega að leyniþjónusta Bandaríkjanna hafi verið til halds og ráðs hvernig mætti draga úr. Já, þetta er náttúrulega bara svona alla Evrópu. Það er bara þannig. En þetta er svona, þetta segir náttúrulega bara dálítið mikið svona þessa umræðu hvernig hún hérna stundum, hvað hún einhvern veginn, hvað hún snubbótt og nær skamt og hvað það lítill vilji til að ræða það sem skiptir máli. Nei, kannski tökum við Sirpu við erum með samtal á sunnudegi þar sem við tökum fyrir svona ákveðið mál, kannski komið tími til þess að taka bara kalda stríðið eða eitthvað slíkt til þess að segja þá svo. Já, það er náttúrulega bara það er náttúrulega bara alltof lítill sko, það er alltof lítill vettvangur fyrir svona umræðu. Herðu, en ég ætla að því að tala um það sem verið að deila alþýðusambandið og þá býst ég við að þessu tímar þar sem að alþýðusambandið er kannski hlutastlega veikt og það sem er kannski meira afl inn í félagunum og svo sveiflast þetta eitthvað fram og tilbaka. Ég er hægt að sjá það að annað formið sé endilega betra en hitt. Er það alltaf betra að alþýðusambandið sé sterkt eða getur það verið góður kafli fyrir verkaliðin þar sem alþýðusambandið er veikara en félagin bara sækja fram hvert fyrir sig? Já, sko, ég held þetta þurfa ekki að vera neinar andstæður. En ég er ekki að meina það, við getum ekki sterkt alþýðusamband og sterk félög, það er valkostur, ég er bara að segja að þegar að þetta er svona. Já, sko, það var nú verið að ræða það núna í haust mitt í tengslum við þingið er kannski bara engin þörf fyrir þetta miðlæga dæmi, sko.
og ég veit, það þarf ekki að heita alþýðusamband, en ég held að það sé mjög mikilvægt að það sé svona einhver aðili sem að samræmir og viðræðu aðili við stjórnvöld. Það alveg meginatriði og ef maður svona fer yfir þennan feril að þá sko það gerist mjög lítið félagslega fyrir en hvað varðar félagslega réttindi, jú, auðvitað næst ýmislegt í gegn, en það eru stóru skrefin eru tekin eftir að hreyfingin farin að vinna meira saman. Það sko, nú verða að fagna, sko, til dæmis, nú verða að fagna, já, býtu nú við, sko, það var verið að ræða verkamannabústaðina sem að eru byggðir 1930 og það hefur nú verið rætt það kerfi sem alveg rosalega stórt skref og vissulega var það jákvætt skref, en þetta bara svo lítið skref og það sem áhugavert í þessu líka, það í rauninni þeir sem að flytja þarna inn, það fólk sem að hefur það tiltölulega gott, þeir sem að verst hafa, þeir fara alls ekki þarna inn vegna þess að þeir hafa ekki efna á því. Ekki á efna á útborguninni. Nei, og svo það náttúrulega þetta líka að þetta húsnæði, þetta er ekki í samfélagseign, þetta í einkaeign. En svona innan gæsalappa því að þú verður að selja aftur það voru þetta kvaðir það voru þetta kvaðir og þetta kerfi það verður vegna þess hversu verkalýðshreyfingin veik, þá verður þetta bara aldrei fugl eða fiskur. Jafnvel, og það nú hérna ekki svo langt frá okkur, það eru reyndar fleiri verkamannabústaðir þar sjáðu, en þetta svo lítið og þetta nær svo stutt og það ekki fyrr en á 7. og 8. áratögnum sem það gert eitthvað alvöru átak og það á þessum grunni að það sameinuð hreyfing sem að stendur þar að baki og þetta auðvitað bara þetta átak auðvitað bara skiptir sköpum og við auðvitað getum tekið fleiri dæmi. Það er þessi hætta að þessi sameiginlegu mál, þessi félagslegu mál sem að í rauninni skipta bara öllu máli, að það sé öryggisnet undir fólki að það sé öflugt og til þess þarf öfluga hreyfingu sem hægt að tala við. Ég get verið leiðilegur núna og sagt að þegar verkalýðsbústaðnir voru eyðilagðir, að þá kannski ASÍ sterkast sem svona miðstýringarafl. Það á 10. áratugum, það bara blómatími Ásmundar Stefánssonar. Nei, hann náttúrulega hættur. Hann hættur. Já. En það náttúrulega bara nákvæmlega dæmi auðvitað það alveg rétt hjá þér að hreyfingin það ekki miklar deilur innan hreyfingarinnar á þeim tíma og það engin leiðindi að draga þetta fram sjáðu, en það að þetta skuli hafa gerst þetta merki veika hreyfingu. Bara eitt skýrasta merkið það að hreyfingina á þessum tíma að hún hefur hér svona mist sjónar af einhvern veginn af þessum mikilvægustu málum sem að hún á að sinna. Já, kannski það þannig að hreyfingi þarf bara að endurnýja sig reglulega. Það sagt franska matagerðarlist að það kemur á 30 ára fresti ný bylgja sem heitir alltaf Cuisine Nouvelle sem ný eldhúsið og það enginn á nýja eldhúsinu þannig að það segir alltaf að maturinn sem var í sveitinni og hjá ömmu, það það sem við höfum að taka leiðarljósið af, hann alltaf vísin út í söguna. Já, ég held að þetta sé alltækt sko. Já, 30 ára fresti. Já. Og við fáum að lifa á spennandi tíma núna, það víst. Segja kýmverjarnir að sé ekki gott að lifa áhugaverða tíma en við erum að lifa áhugaverða tíma í verkalýðssögu. Já, mikið umrótt. Já, það fer að verða tíma og eitt bindi viðbútt. Já, Sumarliði, kæra þakki fyrir að stoppa við rauðaborðið á þessum degi þar sem var sett komma aftan við
kjaradeilu samtaka atvinnulífsins við Eflingu